Ja, Þórólfur, til hamingju með að vera í þessum fríða 6 manna flokki bestu hlaupara landsins. Takk fyrir það. Segðu mér, hvernig svona staðan á þau núna æfingarlega og hvernig svona planið á þessu ári? Staðan bara mjög góð. Ég að æfa fyrir Hamborg Marathon sem fer fram í lok apríl. Ég skráði mig uppalega í þetta hlaup 2020 því ég náttúrulega frestað og ég held að ég búinn að færa hérna flugmiða minn 5 sinnum. Vonandi verður þetta núna og ég bara á fullu krafti og heilsu og allt gengur bara vel, samkvæmt áætlun. Já. Hvað með lengra inn í sumarið og haustið? Komin einhver plön þar eða ætlarðu bara að sjá til? Það ekkert komin eitt á hreint hjá mér þannig sko. Ég tek þetta bara maraþonhlaup og ég búinn að vera hérna í vetur að byrja líka á gönguskíðum og svona búinn að vera að leika mig þar svona bara sem svona sport til þess að þurfa ekki að vera eitthvað að skara fram úr í, heldur bara að njóta. En ég tek þetta maraþon og svo hef ég vanalega alltaf keppt mjög mikið og það bara verið spennandi að sjá hvort að öll hlaupin í ár verði ekki á dagskrá. Já, akkurat. En hvað með svona, þú ert náttúrulega mikið á götunni og fleira sko, tekur þau auðvitað þátt í einstaka utanvegarhlaupum. Einhver utanvegarhlaup svona sem þú ert að, eitthvað byrjar að gæla við það, svona stærri hlaup þar? Sko allan í fyrra þá tók ég eiginlega mestmegnis þátt í utanvegarhlaupum. Ég fór í Dýrfjallahlaupið og vann það. Það var virkilega skemmtilegt í krefjandi aðstæðum í yfir 20 hita. Þannig ég á örugglega eftir að elta þessi svona utanvegarhlaup sem kannast við aftur sko. Já, en svona kannski lengri sem sagt vegalengdirnar, eitthvað byrjar að gæla við það eða? Nei, ég ekkert komið þangað ennþá. Mér langar að ná ákveðnum markmiðum í maraþoni og hálfmaraþoni sem ég eftir að klára en ég ekkert komin í eitthvað svona últra dæmi sko. Nei, þannig að þú heldur tryggðu við göttuna meðan þú sér bætingar þar? Já, og líka gott að bæta hérna við. Það alltaf öðruvísi upplifun að keppa í utanvegarhlaupi heldur en í götu. Ég ætla nú að það er spennandi að vita hvort ég komist í landsliði í HM, þannig að það bara verið kunngert núna næstu 3 dögum. Bara sjáum til. Það náttúrulega hefur áhrif á plön sumarsins líka. Já, en það náttúrulega frábært að sjá þig sko, þú ert í rauninni alltaf að bæta þig og þú eldist, það kemur 1 ár í senn á hverju ári, en samt eftir að bæta þig. Ég meina það er náttúrulega ofboðsleg fyrirmynd fyrir marga hlaupara að sjá í rauninni að þetta sé hægt. Já, og ég fæ líka alveg fólk að setja sig í samband við mig og bara þakka fyrir hvatninguna raun og veru. Jú, það náttúrulega eitt af markmiðum mínum að brjóta þessa tíma eða sem hafa verið settir á undan mér og reyna að gera það vel, þannig að það hefur verið erfitt fyrir næstu aðal að koma og bæta það sko. Já, þetta er tvímælis hvatning náttúrulega fyrir hlaupara sko. Maður svona bara er að tala sko í boltaíþróttunum sko að menn séu mjög gamlir, rúmlega 30 sko, en við notum kannski þetta tækifæri og hvetjum alla þá sem eru búin að vera í íþróttum og telja að ferlinni sé lokið, bara steypla sín í hlaupin og gera betur þar, er það ekki? Algjörlega, bara og reyna að hafa gaman á þessu, það er lykillinn að þessu. Já, það eru frábært, takk fyrir þetta. Takk fyrir.